Ég segi þá fund bæjarstjórnar settan, þetta er fundur númer 3485 og fyrir okkur liggur dagskrá í 9 liðum. Og fyrsti liður á dagskrá er breytingar í nefndum, lögð fram tillaga breytingu á skipan aðalfulltrúa í svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar. Þórhallur Jónsson verði aðalfulltrúi í stað Tryggva Más Ingvarssonar. Orðið er laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að öðrum lið á dagskrá, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2021-2024 fyrri umræða. Til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Frumvarp að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2021 er nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 27. nóvember og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga. Gert er ráð fyrir að síðari umræða og endanleg afgreiðsla fjárhagsáætlunar verði hér í bæjarstjórn þann 15. desember. Samkvæmt áðurnefndu sveitarstjórnarlögum skal leggja fram fjárhagsáætlun fyrir sveitarstjórn eigi síðar en 1. nóvember ár hvert og skal afgreiða hana með 2 umræðum og afgreiða ekki síðar en 15. desember. Í ljósi aðstæðna í veirufaraldri veitti ráðuneyti heimild til að víkja frá þessum tímatakmörkum, þannig að heimild var að leggja áætlunina fyrir sveitarstjórn til fyrri umræðu í síðasta lagi 1. desember og til lokaafgreiðslu 31. desember. Við erum þannig að uppfylla þessi skilyrði sem voru sett og erum að taka fyrir umræðina hér 1. desember, en gerum ráð fyrir því að verða með seinni umræðina 15. desember eins og lög kveða á um. Samhliða fjárhagsáætlun 2021 er lögð fram 3 ára áætlun fyrir árið 2022-2024 og er hún með breyttu sniði frá því sem áður var, en nú er 3 ára áætlun byggð á gefnum forsendum, svo sem áætlun þróun útsvars, þróun launakostnaðar og áætlaðra breytinga á rekstri, en ekki á föstu verðlagi eins og gert hefur verið til þessa. Vænti ég þess að þessi breytta aðferð muni festa sig í sessi og nýtast betur til ákvörðunartöku í framtíð. Ég mun líkt og í ræðu minni hér í bæjarstjórn undanfarin ár þylja upp helstu tölur og staðreyndir, en vissulega er þetta ólíkt umhverfi sem við búum við í dag. Í stað þess að standa í ræðustóli í bæjarstjórn þá situr maður heima við skjáinn og þrátt fyrir við séum flest orðin hagvön þessu verklagi, þá óneitanlega saknar maður þess að vera ekki á sama stað og þið hin og taka þessa umræðu sem ég til eina mikilvægustu umræðu bæjarstjórnar ár hvert. Á síðustu árum hef ég ekki brugðið upp slæðum í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar, heldur gert það við seinni umræðu. En mun nú í dag gera bragarbót á því og bregða upp slæðum. Bæði er það að ég á ekki von á því að við áætlunin taki mjög miklu breytingum milli umræðna þó alltaf verði með búast við því, en þó ekki síður til þess að lífga upp á skjáinn með slæðum í stað þess að áhorfendur þurfa að mæna á mig meðan á þessari upptalningu stendur. Ég ætla nú að finna slæðurnar þannig við getum að bara ekki bíðum við, sko maður með réttu smátæknilegir örðugleikar. Þá þetta var að komið upp. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2021 tekur til rekstur aðalsjóðs og 11 fyrirtækja, stofnana og sjóða í eigu hans, en sú breyting hefur orðið frá fyrra ári að Hlíðarfjall telst nú til B-hluta fyrirtækis sem er í samræmi við það sem boðað var í umræðu fjárhagsáætlun síðasta árs. Tilgangur þess var meðal annars að auðvelda möguleika á útvistun og aðkomu annarra aðila að þeim rekstri. Þá liggur fyrir að ríkið hefur skuldbundið sig til að yfirtaka rekstur öldrunarheimila Akureyrar frá og með næstu áramótum, þannig ekki er lengur gert ráð fyrir rekstri öldrunarheimilanna meðal B-hluta fyrirtækja. Ég mun hér á eftir fara yfir rekstraráætlun fyrir A- og B-hluta og helstu tölur og A-hluta og svo málaflokka yfirlit samstæðureiknings. Að lokum mun ég bregða hér framkvæmda yfirliti Akureyrarbæjar 2021 til 2024. Bíðið nú við. Sjálfsagt eru þeir sem árlega fylgjast með umræðunni með þá hreinu hvað er A- og hvað er B-hluti rekstrarsamstæðunnar, en hins vegar tel ég rétt að tíunda það hér ár hvert okkur öllum til upphöfunar. A-hluti samstæðunnar samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði
Eignasjóðum. Í aðalsjóði er rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa bæjarins sem er fjármögnuð með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í eignasjóði gatna, fasteignum Akureyrarbæjar og framkvæmdamiðstöð eða umhverfismiðstöð er haldið utan um rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna, gatna og hirðingu bæjarlandsins. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem eru í eigu bæjarins og fjármögnuð eru með þjónustutekjum en þau eru félagslega íbúðir, strætisvagnar, bifreiðastæðasjóður, Hlíðarfjall, Hafnasamlagið, Norðurorka, Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar og gjafasjóður öldrunarheimilanna. En aðeins að forsendu fjárhagsáætlunar. Útsvarsprósentan verður áfram 14,52% árið 2021 eins og undanfarin ár, en þetta er hámarks útsvarsprósenta sem sveitarfélögum er heimilt að leggja á íbúa sína. Meginþorri sveitarfélaga í landinu, eða 55 af 72 sveitarfélögum á yfirstandandi ári, leggur á hámarksútsvar og líklegt má telja að það verður ekki mikil breyting þar á nema að það að sveitarfélögum hefur fækkað. Mikið hefur verið rætt tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, en svo fram hefur komið þá eru tekjumöguleikar sveitarfélaga takmarkaðir og því er eðlilegt að mínu mati að hámarksútsvar sé nýtt á meðan sveitarfélög í landinu eru almennt ekki í sjálfbærum rekstri. Gert er ráð fyrir að fasteignaskattur sem hlutfall af fasteignamati íbúðarhúsnæðis verði óbreyttur eða 0,33%. Við gerum ráð fyrir því að sorphirðugjöld hækki 3,5%, vatnsveitugjöld hækki 2,5% og þá er gert ráð fyrir því áætlun Norðurorku að hækka fráveitugjöld 11%, sem er umfram þau 2,5% sem stefnt var í tengslu við lífskjarasamninginn. Hækkun fráveitu er nauðsynleg vegna þeirra fráveituframkvæmda sem staðið hafa yfir á liðnum árum og sér fyrir endan á. En með þeim höfum við tekið stórt skref í umhverfismálum og þau vandamál sem uppkomu með reglulegu millibili saurgerlamengun á pollinum ættu nú að heyra sögunni til. Til þess að slá á gagnrýni á þessar hækkanir þá er rétt að upplýsa að fasteignagjöld, þar að segja þau gjöld sem hér hafa verið talin upp á framan og við bæjarbúa þekkjum og greiðum með jöfnum 8 greiðsludögum ár hvert, hækka samtals að jafnaði 2,2 til 2,7% sem er í góðu samræmi við ákvæði áðurnefnds lífskjarasamnings. Eins og alltaf þá þarf að samþykkja útsvarsprósentu og fasteignaskatt sérstaklega sem á alla gjaldskrár en það verður gert samhliða seinni umræðu fjárhagsáætlun. Í áætlun er svo gert ráð fyrir 2,7% verðbólgu á árinu 2021. Ágætu bæjarfulltrúar, sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram til umræðu er á margt frábrugðin þeim áætlunum sem hér hafa verið lagðar fram undanfarin ár og sennilega hefur aldrei verið lögð fram áætlun sem þessi. Áhrif COVID hafa í ár litað allan rekstur, tekjur hafa verið mun lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir og samkvæmt útgönguspá áætlun yfirstandandi árs eru tekjur áætlaðir 1 milljarður króna lægri en upphaflega áætlanir gerðu ráð fyrir. Á sama tíma erum við að sjá aukin launakostnað vegna kjarasamninga, auk þess sem bæjarstjórn hefur gripið til margvíslegra ráðstafana til að bregðast við áhrifum faraldursins með það að markmiði að brúa dýpstu kreppuna þannig að samfélagið allt geti blásið til sóknar samhliða því að faraldrinum slotar. Áætlanir eða útkomuspá yfirstandandi árs gera ráð fyrir 2 milljarða króna tapi á yfirstandandi ári og má jafnvel búast við að sú tala eigi eftir að hækka enn frekar þegar búið er að reikna út áfalla lífeyrisskuldbindingar sem klárlega munu hækka verulega vegna þeirra hækkana sem orðið hafa á launum í kjölfar lífskjarasamninga. Ef við erum ekki búin að bíta úr nálinni með þennan veirufjanda og áætlun ársins 2021 gerir ráð fyrir að gripið sé til tiltölulega mildra aðgerða og reynt verður að verja störf eins og kostur er. Hagstæð skuldastaða sveitarfélagsins verður nýtt og ekki verður dregið úr framkvæmdum sem fjármagnaðar verða með lántökum. Já, fjárhagsáætlun okkar á þessu sinni er fordæmalaus og aldrei áður hefur verið gert ráð fyrir viðlíka rekstrarhalla en áætlað er að hann verði 1 milljarður króna hjá samstæðunni. En snúum okkur að tölum. Í rekstrarreikningi samstæðunnar A og B hluta er gert ráð fyrir að tekjur verði 24,7 milljarðar króna eða rekstrargjöld fyrir utan fjármagnsliði verði ríflega 22 milljarðar. Niðurstaðan fyrir afskriftir og fjármagnsliði er því jákvæð ríflega 2,6 milljarða.
Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 1696 milljónir króna og áætlaður tekjuskattur 45 milljónir króna. Við gerum svo ráð fyrir óreglulegum lið 55 milljónir króna sem hagræðing í rekstri sem á eftir að útfæra. Rekstrarniðurstaða A og B-hluta er neikvæð 1068 milljónir króna. Ég tel rétt að benda á í samanburði í þessari töflu sem við sjáum fyrir framan okkur áætlaða tölu 2020 og rauntölu 2021 en glöggir sjá það að þarna eru tekjur bæði og gjöld að lækka verulega milli ára en þetta má að mestu rekja til öldrunarheimila en þau eru ekki með í áætluninni eins og ég áður sagði. Ef við skoðum aðeins sjóðstreymið að þá er samkvæmt yfirlit sjóðstreymi samstæðunnar gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 2.356 milljónir króna sem svara 9,5% af rekstrartekjum. Fjárfestingar í varanlegu rekstrarfjármunum eru áætlaðar 4.139 milljónir króna. Afborganir langtímalána eru áætlaðar nemi 1.098 milljónir króna og gert er ráð fyrir að tekin verði lán fyrir 2.650 milljónir króna. Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir að handbært fé sveitarfélagsins verði tæplega 2 milljarðar króna í árslok 2021. Örstutt skulum við skauta hér yfir eignir sveitarfélagsins en það er áætlað að þær verði í lok árs 2021 61,1 milljarður króna. Þar hafa gert ráð fyrir að veltufjármunir verði 5,1 milljarður króna. Og ef við förum svo aðeins hérna yfir í skuldirnar, eigið fé og skuldir, þá sjáum við að skuldir sveitarfélagsins sem lífeyrisskuldbindingum er áætlað samkvæmt efnahagsreikningi 37,8 milljarðar króna í árslok 2021. Þar af eru skammtímaskuldir 5.054 milljónir króna. Bókfært eigið fé er áætlað nemi 23,4 milljónir króna í árslok 2021 og eigið fjárhlutfall því áætlað 38,2%. Skuldir sveitarfélagsins eru áætlaðar í árslok 2021 153% af tekjum samstæðunnar og veltufjárhlutfall samstæðunnar er áætlað 1,01 í árslok 2021. Vert er að vekja athygli á því að kennitölur samstæðunnar breytast töluvert frá fyrra ári og muna þar helst í skuldalauftalli sem er hlutfall skulda af rekstrartekjum og hækkar þetta hlutfall nokkuð þegar tekjur öldrunarheimilanna hverfa úr rekstrinum. Að sama skapi með þetta hlutfall veltufjár frá rekstri koma betur út við það að rekstur að fara úr rekstri. Þetta er kannski það sem vekur svolítið athygli manna á að þetta hlutfalli hækka en við erum að geta þess að við erum verulega undir þessum 150% hlutfalli þegar við erum að tala samkvæmt svokallað skuldaviðmið þannig að þetta er ekkert orðið ennþá komin eitt hættu ástand hjá okkur en þessar tölur hafa tekið nokkrum breytingum þarna hjá samstæðunni. En ef við förum og skoðum aðeins A-hlutann þá er gert ráð fyrir að tekjur A-hluta sveitarfélagsins verði 20,4 milljarðar króna. Útsvarstekjur eru áætlaðar 11.040 milljónir króna sem er svipuð krónutala og gert var ráð fyrir í upphaflegri fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Fasteignaskattur hækkar lítillega 1% sem er vegna breytinga á heildarfasteignamati. Þannig er alltaf verið að bætast inn fasteignir og svo getur við það er svona, má segja samt sem ára svona fasteignamat á venjulegu húsna á nú að vera bara svona kringum. Það er ekki miklar hækkanir á því þannig að fólk er ekki að fá hærri fasteignagjöld vegna þess. Framlög úr jöfnunarsjóði er áætlað 3.789 milljónir króna og aðrar tekjur 3,6 milljarðar. Þegar við horfum á rekstrargjöldin þá sjáum við að þau eru áætluð 19.750 milljónir króna og rekstrarniðurstaða án fjármagnsliðar er neikvæð 377 milljónir króna. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 989 milljónir króna og áætlun gerir ráð fyrir að A-hluti sveitarfélagsins skili neikvæðri niðurstöðu upp á 1.312 milljónir króna. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi er veltufjár og rekstri hjá A-hlutanum áætlað 785 milljónir króna sem svarar 3,8% af rekstrartekjum. Ef við förum svo yfir í málaflokka yfirlitið, þannig erum við náttúrulega komin með töluvert stórt og mikið plagg og kannski erfitt að nákvæmlega að rýna þessar tölur allar saman, en ég ætla nú að reyna samt að fara yfir þetta. Að tekjur aðalsjóðs eru áætlaðar 22,5 milljarðar á árinu 2021. Tekjurnar skiptast þannig að skatttekjur eru áætlaðar 13,4 milljarðar, framlag jöfnunarsjóðs 3.789 milljónir og aðrar tekjur 5.272 milljónir króna.
Laun og launadöld gjöld í aðalsjóði eru áætlað 12.885 milljónir króna og lífeyrisskuldbinding 600 milljónir. Annar rekstrarkostnaður áætlaður 11.350 milljónir króna. Þá er gert ráð fyrir að fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld verði 217 milljónir króna og rekstrarniðurstaða aðalsjóðs er þannig áætluð neikvæð 2.103 milljónir króna. Ef við skoðum einstaka málaflokka, kannski aðeins bara að renna í þessa tölu sem þarna eru, þá sjáum við að gert er ráð fyrir 4,6 milljörðum nettó til félagsþjónustu, það eru 8,4 milljarðar til fræðslu og uppeldismála, 931 milljón er ætluð til menningarmála og tæpum 2,4 milljörðum er varið til æskulýðs og íþróttamála. Til brunamála og almannavarna er áætlað að verja nettó 269 milljónir króna, 29 milljónir fara nettó til hreinlætismála og skipulagsmál munu samkvæmt áætlun kosta 188 milljónir króna. Til umferð og samgöngumála er áætlað að verja 1.056 milljónir króna, 375 milljónir til umhverfis- og umhverfismála og atvinnumál taka 184 milljónir króna. Sameiginlegur kostnaður er áætlaður 937 milljónir og breyting á lífeyrisskuldbindingu eins og áður hefur sagt 600 milljónir króna. Að teknu tilliti til fjármunatekna og svo útfærslu á hagræðingum á 55 milljónir er rekstur aðalsjóðs neikvæður eins og áður segir 2.103 milljónir króna. Hér á eftir mun formenn einstakra ráða fara betur yfir sína málaflokka og þær áherslur og breytingar sem endurspeglast í þessum áætluðu fjárhæðum. Gert er ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu að rekstri fasteigna upp á 750 milljónir króna. Rekstur framkvæmdamiðstöðvar er áætlaður með tæplega 5 milljóna króna tapi en eignasjóður verður með 46 milljóna króna hagnaði gangi áætlanir eftir. B-hlutafyrirtæki samstæðunnar hafa misjöfn áhrif á rekstur af samstæðunnar en flest fyrirtækin eru áætluð með lítilsháttar tap. Hins vegar er gert ráð fyrir að hagnaði hjá Norðurorku inn í reksturinn og hann verði 363 milljónir króna. Stóra breytingin á rekstri B-hlutafyrirtækja frá fyrri árum er sú að nú er ekki gert ráð fyrir neinum hagnaði af rekstri Hafnasambandsins og öðruvísi mér áður brá. Ef förum aðeins í framkvæmdar. Framkvæmdir ársins 2021 eru áætlaðar 4.138 milljónir króna hjá samstæðunni og gert er ráð fyrir að fjárfesta fyrir 1720 milljónir hjá aðalsjóði. Og ef við horfum aðeins á þetta þá eru þarna tæplega 1300 milljónir sem við erum að gera ráð fyrir í fræðslu og uppeldismálum. Þar erum við að sjá náttúrulega stórar tölur bæði það að við erum að klára Glerárskóla upp á 620 milljónir, auk þess að við erum að ráðast í og klára A-álmu hjá Lundarskóla og munum líka byrja á B-álmunni á árinu 2021. Að öðru framkvæmdu þarna helstum má sjá að við erum að gera ráð fyrir því að á næsta ári að fara í 145 milljóna króna framkvæmd við Nökkvas þjónustuhús. Þar erum við að klára þá framkvæmd sem hófst núna í haust og svo eru aðrar upphæðir svona lægri. En ef við aðeins horfum á áætlun til lengri tíma þar að næstu 30 ára sem við munum kannski ræða betur á næsta fundi þegar við förum aðeins betur yfir 30 ára áætlun og forsendur þar, að þá sjáum við að við erum að fjárfesta fyrir töluverða fjármuni í fræðslu og uppeldismálum. Þetta eru á 5 ára tímabili fyrir tæpa 3 milljarða. Við erum að fjárfesta fyrir 875 milljónum í íþróttamálum eins og þetta er lagt upp með þarna og svo erum við að gera ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður fjárfestingu upp á 1350 milljónir en þar erum við að ræða stóra framkvæmdir í ráðhúsbyggingu. Ef við skoðum aðeins síðan þetta hjá bara umhverfismiðstöðinni þá erum við að gera ráð fyrir 67 milljóna króna fjárfestingu árið 2021 í vél og tækjum og eignasjóður Gatna er með nettó 540 milljónir. Við sjáum þarna að gatnagerðargjöldin er að aukast, við erum að gera ráð fyrir 200 milljónum á þessu ári. Við höfum gegnum tíðina verið að reikna með 180 milljónum en á næstu árum þar á eftir erum við konið í 220 milljónir. Og þetta harmonerar svolítið við það að við erum að gera tillögur það að hækka gatnagerðargjöld úr 5% í 7,5% af fjölbýlishúsum. Ef við horfum aðeins á fjárfestingu í B-hlutafyrirtækjum þá þær áætlaðar 812 milljónir króna. Þar munar mestu framkvæmdir Norðurorku en framkvæmdir á vegum Norðurorku á árinu 2021 eru áætlaðar 1119 milljónir króna tæpar. Í Hafnasamleginu er gert ráð fyrir að fjárfesta fyrir 107 milljónir og gert er ráð fyrir 150 milljónir króna til félagslegra íbúða.
Þar erum við að tala líka að það er 100 milljónir til íbúð og 50 milljónir sem við gerum ráð fyrir í stofnframlög. Í Bifreiðastæðasjóði er gert ráð fyrir að fjárfesta meðal annars vegna gjaldtökubúnaðar upp á 43 milljónir og nýr strætisvagn og breytingar á leiðakerfi eru áætlaðir 70 milljónir króna. Þá er gert ráð fyrir 323 milljónir króna vegna kaupa á lyftu í Hlíðarfjalli en hún ætti að fást afhent í byrjun næsta árs tilbúin til notkunar. Við skulum halda bara áfram, ég tek nú niður glærurnar. Augnablik, smá tæknilegur örleikar hérna hjá mér. Þriggja ára áætlun er hér lögð fram með áætlun ársins 2021 eins og ég sagði áðan og hefur verið breytt aðferðafræði og áætlun byggð á gefnum forsendum svo sem áætlun þróun, útsvars, þróun launakostnaðar og áætlara breytinga á rekstri en ekki á föstu verðlagi eins og gert hefur verið til þessa. Þessi breyting er í samræmi við það sem ég kynnti í umræðu fjárhagsáætlun á síðasta ári og mun koma til með að nýtast okkur betur við alla vinnu við áætlunargerð á komandi árum. Það er ekki venjan að tíunda sérstaklega tölu næstu ára umfram komandi ár. En sá munur er á að fjárhagsáætlun næsta árs er bindandi þegar bæjarstjórnin hefur samþykkt hana eftir 2 umferðir hér í bæjarstjórn, en hins vegar þriggja áætlun þar fyrst og fremst stefnumótun rekstur og framkvæmdir á þeim árum. Ég reikna þó með að við munum ræða hana betur við seinni umræðu og líka þá bara framtíðar áform okkar, en eins og kom fram hér í upphæfi máls míns að þá erum við náttúrulega að gera ráð fyrir því að ná sjálfbærum rekstri á 5 árum og það skiptir miklu máli hvernig við sjáum fyrir okkur næstu 3 árin hér á eftir og við munum taka svona sérstaka umræðum þá næsta fundi. Góðir bæjarfulltrúar, nú á haustmánuði var myndaður nýr meirihluti í bæjarstjórn með þátttöku allra bæjarfulltrúa. Framtíðarsýn nýs meirihluta til næstu 5 ára felst í að rekstur Akureyrarbæjar verði sjálfbær, að sveitarfélagið verði þekkt fyrir framúrskarandi skóla, lífsgæði og góða þjónustu með áherslu á stafrænar lausnir og íbúðasamráð. Einnig að samkeppnishæfni sveitarfélagsins leiði til fjölgunar bæjarbúa og aukinna atvinnutækifæra. Þá er bæjarstjórn sammála að standa sérstaka vörð viðkvæmustu hópa samfélagsins og setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang. Ég tel að sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram sé byggð á þessum markmiðum og framtíðarsýn og framtíðarsýn. En þrátt fyrir að markmið okkar séu sjálfbærni og að nauðsynlegt sé að horfa til umbóta og hagræðingar rekstri, þá þótti rétt í ljósi aðstæðna í fyrstu að grípa til tiltölulega mildra aðgerða og verja störf eins og kostur er. Markmiðið er að brúa dýpstu kreppuna þannig að samfélagið allt geti blásið til sóknar samhliða því sem faraldrinum slotar. Hagstæð skuldastaða sveitarfélagsins verður nýtt og ekki verður dregið úr framkvæmdum sem fjármagnaðar verða með lántöku. Fjárhagsáætlun ársins 2021 er unnið með töluvert breyttu sniði frá fyrra ári. Lagt var fram nýtt verklag vegna vinnu við fjárhagsáætlun og hlutverk og aðkoma að fjárhagsáætlun var bæði breytt og skýrð betur. Þetta var gert með það að leiðarljósi að einfalda vinnu og auka skilvirkni á gögnum til fjársýslusviðs. Ég tel að margt hafi þetta tekist nokkuð vel og verði gerð úttekt á því hvernig til hefur tekist og þá gerða tillögur að breytingum ef þurfa þykir áður en við leggjum upp í vegferð með fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2022. Góðir bæjarfulltrúar, í umræðu fjárhagsáætlun finnst manni að maður sé alltaf hjakk í sama farinu og lítið ávinnist og því er hollt að horfa öxl og sjá hvaða markmið hafa verið sett í fjárhagsáætlun fyrri ára og komið fram í þeim umræðum. Á síðasta ári ræddum við það markmið að koma 12 mánaða börnum í leikskóla, uppbyggingu íþróttamannvirkja, menntastefnu, aukna þjónustu við fatlaða, deiliskipulag og uppbyggingu miðbæjarsvæðis, endurskoðun á leiðakerfi strætisvagna og íbúalýðræðisverkefni svo dæmi séu nefnd. Allt eru þetta verkefni sem við höfum og erum að sjá raungerast. Eins og fram hefur komið áður þá er eitt af okkar meginmarkmiðum að standa vörð um viðkvæmustu hópa samfélagsins og það erum við að gera með þessari áætlun. Nokkur umræða hefur verið á samfélagsmiðlum í kjölfar fréttatilkynningar okkar með fjárhagsáætlun þar sem rætt hefur verið að hluti af rekstrarhalla megi rekja til málaflokks fatlaðra eða 500 milljónir króna. Þessi framsetning er fyrst og fremst til að vekja athygli stjórnvalda á þeirri stöðu sem við erum í og mikilvægt er að samtal sem þegar hafið milli ríkis og sveitarfélaga fjármögnun þessa málaflokks skili árangri.
sem aftur leiðir til umræðu tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga almennt. Það alveg fráleitt að halda því fram að við séum að draga úr kostnaði í þessum málaflokki. Þvert á móti erum við að bæta í og bæjarfulltrúi Heimir, formaður velferðarráðs, mun væntanlega fjalla betur það hér á eftir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það komið að lokum þessar tölum minnar en hér á eftir munu formenn einstaka ráða fara yfir sín svið og ræða breytingar og áherslur. Í lokin vil ég þakka bæjarstjóra, bæjarfulltrúum, nefndarfólki öllu gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar og ennfremur vil ég sérstaklega þakka Dan Brynjarssyni sviðsstjóra fjársýslusviðs og Kristínu Baldvinsdóttur verkefnastjóra sem og sviðsstjóra öllum fyrir þeirra vinnu við gerð áætlunar. Svona í lokin rétt að geta þess að næstkomandi þriðjudag 8. desember munum við verða með rafrænan íbúafund þar sem sagt verður frá stærstu verkefnum komandi árs og bæjarbúum gefst færi á að spyrja spurninga. Nánar má lesa það á heimasíðu bæjarins. Læt ég lokið máli mínu og þakka gott hljóð. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir þessa yfirferð. Ég vil bara segja að ég er mjög ánægð og sátt með þessa fjárhagsáætlun þó ég hefði að sjálfsögðu kosið að fjárhagsstaða bæjarins væri bara einfaldlega betri og við hefðum meiri fjárhagsstaðan væri betri og við getum bara einfaldlega átt meiri peninga. Það sem við skipta langmestu máli er að það er verið að huga að því að verja viðkvæmustu hópa samfélagsins og hagsmuni barna og ungmenna og ég tel að það sé mikilvægt núna að grípa til tiltölulega mildra aðgerða og verja þessi störf sem eru hjá bænum eins og kostur er með það að markmið að brúa þessa dýpstu kreppu eins og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi nefndi hérna áðan. Ég tel að þetta sé mikilvægt að pakka ekki bara í vörn heldur að blása til sóknar og nýta hagstæða skuldastöðu til þess að halda áfram framkvæmdum og ég fagnaði sérstaklega sem að væntanlega bæjarfulltrúi Ingibjörg formaður fræðsluráðs fer yfir á eftir hvað ég er ánægð að sjá að þegar nýr leikskóli verður opnaður næsta haust og þá verður hægt að bjóða börnum allt niður í 12 mánaða aldur leikskóladvöl og vil ég nýta tækifæri og þakka henni fyrir hennar störf í þeirri vinnu sem og fræðsluráði öllu. En varðandi þann málaflokk sem heyrir undir mig sem er þá Akureyrarstofa sem fer með meðal annars menningarmál, atvinnumál og markaðsmál, þá svona ef ég bara fer í tiltölulega stuttu máli yfir stöðuna, það verða ekki miklar breytingar gerðar á menningarmálum milli ára og aðalega unnið í áframhaldandi þróun og útfærslu á verkefnum sem nú þegar eru á sviðinu. Við munum endurskoða og framlengja gildistíma menningarstefnu og innleiða aðgerðir safnastefnunnar auk þess sem við munum halda áfram að þróa barnamenningarhátíð og horfa þar sérstaklega til aðkomu leik- og grunnskóla að hátíðinni. Þá verður farið í ýmsa áframhaldandi vinnu og stefnt á fjárveitingu til iðnaðarsafnsins til að tryggja opnun þess næsta sumar. En þess ber auðvitað að geta að með fjölbreyttum leiðum verður dregið úr kostnaði í málaflokknum á sama tíma og eftir fremsta megni verður reynt að draga eins lítið úr þjónustuna og hægt er. Hvað varðar atvinnumálin þá er gerð samkeppnis- og markaðsgreining á íbúa atvinnumarkaði og kjölfarið unnin ný atvinnustefna eins og við samþykktum hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi. En meginmarkmiðið er að sveitarfélagið horfi til þess hvernig við getum skapað eins hagkvæm skilyrði og kostur er fyrir atvinnulífið og fyrirtæki í bænum. En við þurfum einnig að horfa á sérstöðu Grímseyjar og Hríseyjar í því samhengi. Við munum taka saman stöðu starfa án staðsetningar en kannski stærsta málið undir málaflokknum atvinnumál er að starfsemi upplýsingamiðstöðvar í Hofi verður lokað en hluti þeirra starfsemi verður færð til Amtsbókasafnsins auk þess sem upplýsingagjöf til ferðamanna verður efld sem og í Sundlaugu og Listasafninu. En við munum einnig horfa til þess að rafræn upplýsingagjöf Visit Akureyri verði efld fremur auk þess sem horft er til rafrænnar upplýsingagjafar hjá Markaðsstofu Norðurlands. Að lokum er það markaðsmálin, það er lögð áhersla á að undirbúa markaðssetningu á íbúa atvinnumarkaði, kynna Akureyri sem vistvænt og kolefnishlutlaust sveitarfélag í samstarfi við Vistorku. Þá verður lögð áhersla á markaðssetningu og upplýsingagjöf útivistar- og íþróttabæinn Akureyri og horft til samstarfs við frístundaráð og íþróttafélög auk þess sem áhersla verður lögð á kynningu og upplýsingagjöf gönguleiðir, fjallahjólastíga, fjallaskíðaleiðir og útivistarsvæði í Glerárdal auk þess að vinna áfram með þjónustu við bæjarbúa í gegnum nýtt íbúa-app. Takk fyrir.
Áður bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar bara að byrja því að þakka formanni bæjarráðs Guðmundi Baldvini kærlega fyrir góða yfirferð. Hann hefur legið yfir þessu núna undanfarna vikur og mánuði eins og undanfarin ár og er vakinn og sofinn yfir þessu og verkefnið er ekkert einfalt. Við vitum það sem að til þekkjum og sér í lagi kannski núna í ár. En ég er tiltölulega ánægð með niðurstöðuna og fagna henni og sér í lagi kannski því sem við kemur fræðsluráði og ætla ég nú aðeins að renna yfir helstu áherslur úr fræðslumálunum. En frá upphafi kjörtímabilsins þá höfum við unnið markvisst að því að setja fræðslumál í forgrunn og þar með setja börnin okkar og barnafjölskyldur í fyrsta sæti. Ákveðið var að brúa bilið milli fæðinga og lofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum sem og þrýst á ríkið að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði sem nú hefur verið gert. Að auki hefur lögð áhersla á bætt starfsumhverfi og líðan nemanda og starfsfólks í leik- og grunnskólum bæjarins. Við setjum markið hátt og viljum grípa til aðgerða sem draga fram að skólabærinn Akureyri verði með framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir horfi til. Stóra breytingin í fjárhagsáætlun næsta árs tengd fræðslumálum er sú að frá og með haustinu 2021 ætlum við að bjóða 12 mánaða gömlum börnum leikskólavist eða börnum sem eru fædd í ágúst 2020 og eldri. Þetta er stærsta málið í síðustu kosningum. Unnið hefur verið að þessu frá byrjun kjörtímabilsins og nú er þetta mikla hagsmunamál barnafjölskyldna að verða veruleika. Með tilkomu Klappa, nýja leikskólans við Höfðahlíð sem áætlar að taka í gagnið haustið 21 og Árholts verður þetta möguleiki. Unnið hefur verið að því að styðja við dagforeldrakerfið. Niðurgreiðsla á 8. tímanum er komin í framkvæmd, auk þess að sett var inn viðbótar niðurgreiðsla til þeirra foreldra sem eiga börn sem ná þeim aldrei að komast inn á leikskóla en fá því miður ekki pláss. Áfram munum við vinna því að kanna möguleikann á fjölgun innritunardaga í leikskóla. Það er að innrita 12 mánaða börn oftar yfir árið en ekki einungis á hausti eins og verið hefur og vonandi skapast tækifæri til þess í nánustu framtíð. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 2,5% hækkun leikskólagjalda næstu áramót. En gert er ráð fyrir að leikskólagjöld, það er kostnaðarhlutdeild foreldra, standi undir 15,2% af brúttókostnaði leikskólana. Væri viðmiðið sett við 17% eins og það hefur verið, þyrfti að hækka leikskólagjöldin 14,5% í stað þess að 2,5%. Barnahópurinn sem að innritar sumar 2021 og er fæddur á tímabilinu júní 2019 til ágúst 2020 mun greiða hærra gjald fyrsta ár barnsins í leikskóla eða 10% álag á dvalargjaldi. Dvalartíminn fyrir 8 tíma vistun með almennt gjald fer því úr 30.616 krónum í 33.680. Yngsti aldurshópurinn í leikskólum reiknast sem 2 barngildi sem leiðir til þess að færri börn eru á hvern kennara eða 4 börn. Hægt er því að segja að rekstrarkostnaður við innritun yngri barna sé hærri en jafnframt er aukin þörf á leikskólavist fyrir þau áþreifanleg. Varðandi mötuneytismál grunnskóla þá hefur markmiðið verið að fæðisala standa undir öllum kostnaði við rekstur mötuneyta. Það er hráefni, launum, rafmagni, viðhaldi og afborgun stofnkostnaðar. Árið 2019 var lítils háttar halli á rekstri mötuneytanna en helstu breytingar á rekstrarumhverfinu eru að áætlaður launakostnaður hefur hækkað mikið eða allt að 25%. Ákveðið hefur verið núna að fæðisgjald í grunnskólum fyrir árið 2021 standi aðeins undir hráefnis- og launakostnaði, en ekki öðrum kostnaði. Samkvæmt þessu er því lögð til 7% hækkun í fjárhagsáætlun í stað 2,5%. Kæru bæjarfulltrúar, við höfum snúið vörn í sókn í málefnum barnafjölskyldna hér á Akureyri. Frá og með næsta hausti munum við bjóða börnum sem eru fædd í ágúst 2020 og eldri leikskólavist. Búið er að setja inn styrki til styrktar dagforeldrakerfinu og ný menntastefna hefur litið dagsins ljós, þar sem áhersla er lögð á jöfn tækifæri allra barna með tiltrú og áherslu á farsæld með gæðastarf í forgrunni.
Áfram munum við fylgja eftir aðgerðaáætlun menntastefnunnar, meðal annars með innleiðingu gæðaviðmiða í leik- og grunnskólastarfi, með stuðningi og ráðgjöf til stjórnenda og kennara, ásamt því að endurskoðuð verða sérúrræði í skólum bæjarins. Stór hluti nýrrar framkvæmdaáætlunar snýr að fræðslumálum eins og formaður bæjarráðs fór vel yfir hérna áðan. Unnið verður áfram að framkvæmdum í Lundarskóla, nýr leikskóli Klappir verður tekinn í notkun, auk þess sem unnið verður á hönnun lóðar Oddeyrarskóla, en áætlað er að framkvæmdir við lóðina hefjist árið 2022. Aldrei hafa verið jafn miklar framkvæmdir á mannvirkjum í leik- og grunnskólum Akureyrarbæjar og sjaldan eða aldrei hefur verið jafn mikill kraftur í skólastarfi bæjarins þrátt fyrir óvenjulegar aðstæður. Fyrir það ber að þakka og er ég full tilhlökkunar að takast á við áframhaldandi verkefni. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir sína yfirferð á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar á þessu flókna verkefni sem það er að koma saman fjárhagsáætlun. Sem formanni velferðarráðs finnst mér þessi fjárhagsáætlun gefa það til kynna að við ætlum að standa vörð viðkoma hópa í samfélaginu. Reyna að milda allar aðgerðir sem að þessum hópi snúa. Þannig hefur mér liðið allan tíman í þessari fjárhagsáætlunarvinnu og hef fundið mikinn samhljóm hjá félögum mínum í bæjarstjórn að taka þessa línu. En ótrúlega flókna tíma er að ræða. Á árinu tókum við í gagnið nýjan þjónustukjarna, Klettaborgir, þannig að fyrsta heila starfsárið er þar framundan, en í Klettaborg búa 6 íbúar og við flutningin gjörbreyttist aðstæða íbúa og starfsfólks til hins betra. Tilkoma þjónustukjarnans er í liður þeirri stefnu að leggja niður hefðbundin herbergjasambýli og veita þess í stað einstaklingsmiðaða þjónustu með áherslu á sjálfstæða búhúsi. Við erum að fara að taka í gagnið 5 íbúðir fyrir einstaklinga með fjölþættan vanda í Sandgerðisbót og Glerárholti og með því finnst mér við vera að stíga mikilvægt skref í því að bjóða upp á viðeigandi búsetuúrræði í sátt og samlyndi við bæjarbúa. Mikilvægt er eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á að endurskoða þurfi samning milli ríkis og sveitarfélaga málefni fatlaðra. Einkum til þess að sú skipting sé sanngjörn því það hlýtur að vera það sem eðlilegt getur talist. Svo má segja að sú ákvörðun sem skili mestri hagræðingu í fjárhagsáætlun 2021 er að rekstur öldrunarheimila færist yfir á forræði ríkisins. Þetta er alls ekki léttvæg ákvörðun en engu síður nauðsynlegt að taka og ég held að þetta verði gæfuspor fyrir alla hluttegandi aðila. En þetta er ekki léttvægt eins og ég segi enda ótrúlega mikilvægt og frábært starf sem þarna fer fram. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka formanni bæjarráðs fyrir góða inngangsræðu. Ég ætla að fjalla örstutt nokkra málaflokka sem falla undir umhverfis- og mannvirkjaráð. Brunamálin munu kosta okkur 269 milljónir króna en þá er búið að taka tillit til umtalsverðra sértekna meðal annars vegna sjúkraflugs og einnig taka tillit til framlags nágrannasveitarfélaga til rekstrarins. Það er strangt kostnaðaraðhald hjá slökkviliðinu en auðvitað kappkostað að uppfylla lög og reglugerðir brunavarnir. Gert er ráð fyrir að kostnaður lækki nokkrar milljónir á milli ára. Liðurinn hreinlætismál mun kosta okkur 29 milljónir nettó og það er lækkun á milli ára vegna einskiptiskostnaðar við moldarlosunarsvæði sem fellur til á þessu ári. Þarna inni á þessum liði eru þó miklu stærri tölur vegna samninga okkar við Terra sorphirðu og flokkun og förgun en þeir samningar eru yfir 300 milljónir á ári. Þeir hækka með vísitölu.
En við greiðum í reynd fyrir þá hvert og eitt okkar með sorphirðugjaldi sem lagt á húsnæði. Svo erum við með málaflokk sem heitir 110, þar kennir ýmissa grasa, meðal annars endurmalbikun gatna, snjómokstur og strætó. Þessi flokkur áætlaður 1050 milljónir og á að lækka á milli ára. Það stafar einkum af því að við áætlum að snjómokstur lækki það bil 50 milljónir. Annars vegar ætlum við að spara pening með að fjölga snjólósunarstöðum og reyna þá að keyra minna af snjó langar leiðir út í sjó og svoleiðis. Og hins vegar vonum við að næsta ár verði svolítið mildara í veðurfari og styðjumst þar við einhverja tölfræði. Fáum einhvers konar meðalár vonandi á næsta ári. Það engin grundvallarbreyting á forgangsröðun í snjómokstri. Það verður áfram mikil áhersla á að moka og hálkuverja göngu- og hjólastíga. Strætókerfið á ekki að verða dýrara þó við séum að breyta leiðakerfinu og reyna að betrumbæta það. Markmiðið með nýju leiðakerfi meðal annars að auka tíðni, stytta ferðatíma og tengja betur saman skóla og íþróttamannvirki. Framkvæmdamiðstöð með áætlaða veltu 620 milljónir og þar gert ráð fyrir svolitlum samdrætti á milli ára, enda ætlunin að spara meðal annars í slætti á gasflötum og fleira og bjóða aðeins meira af þeim verðum út. Þá það liðurinn umhverfismál sem við áætlum að kosti 375 milljónir á næsta ári sem væri þá lækkun 10 milljónir á milli ára. Hér áætlum við að liðurinn fegrun og hirðing lækki 18 milljónir á milli ára og þá lækkun og framlagi til lýsingarins en hins vegar hækkun til Kjarnaskógar sem að mínu mati tímanna tap því að á útivistarsvæðum í Kjarnaskógi og Naustaborgum erum við að stuðla hreyfingu og bættri lýðheilsu og einnig erum við í stórfelldri kolefnisbindingu, þar með í baráttu á sviði loftslagsmála. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir yfirferðina en líka þeim formönnum sem á undan mér hafa komið fyrir að fara vel yfir sína málaflokka. Ég held að það sé bara mjög gott og við ættum kannski bara að gera það að hefð hér eftir að það sé gert. Því að ég held að það sé meira upplýsandi fyrir bæjarbúa. En heilt yfir ég bara nokkuð sátt með fjárhagsáætlunina og okkar samstarf hefur bara verið mjög gott. Auðvitað hefur við þurft að gera ýmsar málamiðlanir og mér finnst það bara hafa gengið nokkuð vel. Við erum að verja viðkvæmustu hópana og börnin, það sem við lögðum upp með og eftir að hafa farið yfir okkar samstarfsáttmála þá höfum við verið að fylgja honum í meginlínum sem að mér finnst vel. Auðvitað hefði maður kannski vilja vera komin aðeins lengra í hagræðingar aðgerðum og útfæra einstaka þætti að útfærsla einstaka þátta væri komin lengra á veg heldur en komið núna en ég sé bara fyrir mér að næstu mánuðir og næsta ár liggi bara undir í því. En markmiðið jú að gera reksturinn sjálfbæran og maður kemur vist bara vissu magni í skófluna í einu og margir þættir krefjast þess að við tökum upplýstari ákvörðunum og söfnum gögnum áður en við göngum lengra. En ég ætla að fara yfir þá þættir snúast að starfs- og fjárhagsáætlun frístundaráðs en ég viðurkenni það alveg að það var pínu áskorun að taka við formennsku í miðri fjárhagsáætlunargerð sem innihélt í sér nýtt verk fyrirkomulag og fókusinn á hagræðingu en þetta bara gengið samt ágætlega og vil ég nota tækifæri á að þakka starfsfólki þess sviðs og nefndarfólki fyrir frábært samstarf í þeirri vinnu. Ég vil þá sérstaklega þakka Kristni Reymarssoni sviðsstjóra því að hann hefur ekki tekið ófáa fundi með mér eða ófá símtöl og tölvupóstana fengið. En ég hef eins átt mjög afar upplýsandi samtöl við forstöðumann og fleiri. En ef við horfum til frístundasviðsins þá af nægu að taka. Við höfum verið að vinna að innleiðingu barnasáttmálans síðustu árin og lögðum áherslu á það í okkar meirihluta
eða okkar samstarfsáttmála að gera það áfram og munum halda áfram með að vinna með þá aðgerðaáætlun sem honum fylgir. Og eins hefur við aðeins farið af stað og rætt að safna upplýsingum fyrir svokallað mælaborð barna sem ég tel að vera gríðarlega mikilvægt og þá sérstaklega þegar að taka á ákvarðanir er snúa að þeim aldurshópi og þá ekki síst pólitískar ákvarðanir. En svo hlustaði ég á fund félags- og barnamálaráðherra í gær þar sem kynntar voru tillögur að nýju frumvarpi varðar samþættingu í þjónustu við börn og ég fagna því frumvarpi en ef það frumvarp fer í gegn þá mun það öllum líkindum hafa áhrif á starfssviðsins en á fundinum var einnig kynnt mælaborð sem hugað væri að fara í þannig að við munum klárlega að skoða hvort það verkefni sem við höfum hugað að fara í falli ekki bara þar undir. Við höfum ákveðið að endurskoða starfsemi ungmennahússins. Það verður starfrækt áfram en í breyttri mynd. En lögð verður áhersla á virkisamstarfið en það samstarf hefur reynst afar vel. Hluti af þeim breytingum sem við höfum rætt að félag muni víkka þann aldurshóp sem þau hafa verið að sinna og við erum þá að horfa með að fara með þann aldurshóp upp í 18 ára aldur og hafa þá meira samtal og samstarf í framhaldsskólana og búa þannig til meiri samfellu í forvarnastarfi sem ég tel vera afar mikilvægt. En í dag samstarf milli aðila gegnum svokallað stóra forvarnarteymið og höfum við hugað að það samstarf verði eflt og þá sérstaklega að horfa á aldurshópinn 14 til 18 ára en í því teymi eru framhaldsskólarnir, heilsugæslan, sjúkrahúsið og lögreglan ásamt fulltrúum frá ýmsum sviðum bæjarkerfisins og hef ég setið einn þannig fund og held að það sé vænlegt að efla það samstarf enn frekar. Frístundaráð á næsta fundi sínum að taka fyrir íþróttastefnu Akureyrarbæjar og ætlum við að fara yfir hvernig miðar og hvað verkefni það eru það sem við viljum leggja áherslu á en tíminn er fljótur að líða og við erum að sjá fram á að vinna við gerð endurskoðun á þeirri stefnu muni hefjast ekki síðan í lok árs 2021. Innan þeirra stefnu að ýmsu taka eins og sameiningu íþróttafélaga, áherslu á heilsuvitundavakningu og bættar almenningssamgöngur með tillit til frístunda barna og ég hef einmitt setið í vinnuhópi sem að endurskoða núverandi leiðarkerfi Strætó og hef ég lagt ríka áherslu í þeirri vinnu að unnið verða þessu markmiði og ég held að við séum allan á réttri leið í þeim efnum. Við munum halda áfram að skoða þann möguleika á auka samfellu í skólafrístundastarfi en við erum ekki að sjá fram á að koma á svokölluðum frístundastrætó eins og hefur verið rætt heldur setja eins og áður sagði inn í þá það leiðakerfi sem strætó sem verið að endurskoða í dag. En með þessu leiðakerfi held ég við sem allan að ná að lesa hluta af því verkefni sem að frístundastrætóin átt að sjá allavega hluta af aldurshópnum en það kannski síst þeim yngsta en það eftir að koma betur í ljós þegar við skoðum kerfið núna eftir ábendingar sem hafa komið inn. Það sem að nefndin hefur áhyggjur af akkurat núna hvaða áhrif COVID að hafa á brottfall barna úr tómstundum og þá oft barna sem við viljum síst að sé að detta út úr skipulögðu frístundastarfi. Við erum nýbúin að safna gögnum frá íþróttafélögunum og aukningin talsverð en við höfum óskað eftir því við IBA að fylgjast grannt með og upplýsa ráð þróunina. Auðvitað erum við að vonast til þess að auka frístundastyrkurinn sem ríkið setti fram á dögunum til tekjulágra heimila komi að góðum notum og muni sporna við þessari þróun en tíminn einn leiðir það í ljós og við þurfum þá að meta til hvaða ráða þá hugsanlega hægt að grípa. Við höfum farið í og munum skoða frekari hagræðingaraðgerðir varðandi íþróttamiðstöðvar, bæði búið að skoða vaktafyrirkomulag, eins erum við að skoða hvort hægt sé að hagræða með samnýtingu starfsmanna á milli mannvirkja og erum að horfa líka til að endurskoða hugsanlega opnunartíma. Eins munum við skoða frysta hluta af þeim samningum sem að frístundasviðin með á sínum snærum. Ákveðið hefur verið að draga úr starfsemi punktsins en samt sem áður að standa vörð viðkvæmustu hópana. Útfærslan í vinnslu og verða breytingar ekki gerðar fyrr en mitt næsta ár. Því við viljum vanda til verks og
og taka samtalið. Stefnt að meiri samþættingu í félagsstarfi eldri borgara og hugur á að jafna þjónustu á milli hverfa. Eins höfum við hug á að horfa til heilsueflandi aðgerða fyrir eldri borgara með því að kanna samstarf við íþróttafélögin, en þá hugsanlega með nýtingu okkar mannvirkja í huga. Ekki langt síðan að ný mannréttindastefna var samþykkt og verður áfram unnið að aðgerðum tilgreindum í stefnunni. Og þá til dæmis að stuðla að því að kyn- og aldursgreindum gögnum þjónustuþætti bæjarins verði safnað markvisst til þess að auðvelda að taka upplýstar ákvarðanir um nýtingu fjármuna og hefði það verið gott í þessari fjárhagsáætlun gerð, en vonandi verðum við komin lengra á veg við gerð þeirra næstu. Í síðastliðið sumar sáum við fram á að mikill hluti ungs fólks fengi ekki atvinnu vegna áhrifa COVID, því var brugðið á það ráð að bæta fjármagni í vinnuskólann og í sumar atvinnuátaksverkefni fyrir ungt fólk. Og var það svo að sumar atvinnuátaksverkefnin urðu eftirsóttari heldur en við höfum gert ráð fyrir, og sem segir kannski hver atvinnustaða ungs fólks var hér síðasta sumar. Við gerð þessara fjárhagsáætlunar ákváðum við að halda inni því fjármagni sem fór í þennan þátt, því við erum ekki búin að sjá fram á hvaða staða verður ef áfram heldur vegna áhrifa COVID. En við höfum tekið skýrt fram að fjármagni eingöngu skilgreint til þessa verkefnis, og ef að staðan breytist og ungt fólk verður auðveldara að afla sér atvinnu næsta sumar, munum við þá bara taka þetta fjármagn aftur út til hagræðingar í rekstri. En eins og gefur að skilja litast starfsáætlun af því að takmarka til að fjármagni, og við erum ekki að fjármagna nein ný verkefni, við erum frekar að reyna að hagræða eins og kostur er. Hagræðing verður áfram verkefni okkar næstu mánuði, en samt með það að takmarki að reyna að skerða þjónustu við íbúa sem minnst, þó svo að hjá því verði ekki komist í einhverjum tilfellum. Þá hefur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir byrja að þakka Guðmundi Baldvini fyrir hans yfirferð á þessum og öðrum sem hafa farið í sína málaflokka. Það sem snýr að mér eru skipulagsmálin og sem betur fer erum við ekki mikið að draga saman þar, því að það nauðsynlegt að við höldum áfram að skipuleggja og hafa klárar lóðir, en það sem sagt eitt af því sem við settum í okkar samstarfssáttmála að við myndum reyna að standa vörðu það og sjá til þess að það væri lausar lóðir og það væri hægt að halda áfram uppbyggingu í bænum. Og við, það sem að snýra að skipulagsráði náttúrulega fyrst og fremst það sem við erum að klára, við erum að vinna í núna, stígakerfið og verður áfram eitthvað fram á næsta ár í sambandi við aðalskipulagsbreytingarnar sem verða. Síðan er þróunarsvæðið og Oddeyrinni og svo tjaldsvæðisreiturinn sem er þá heilsugæslan og það sem við þurfum að ákveða með hvernig við ætlum að snúa okkur í tjaldsvæðisreiknum með skipulagningu á honum öllum saman. Verkefni í sambandi við deiluskipulagið er ýmis, Holtahverfi, og við erum að tala um miðbæinn skipagötureiturinn sem að vonandi fáum við kynningu á nýju miðbæjarskipulagi á 10. desember ef allt gengur eftir, og þá verður hægt að fara að vinna sama deiluskipulagi á næsta ári og síðan er þarna annar áfangi væri þá svæðið í kringum Ráðhúsið. Við erum að tala um hafnarsvæði líka, það þarf að fara að skoða með Torfinni hvað við ætlum að gera þar í kjölfarið á þessum breytingum sem við erum að vinna núna. Og svo erum við að tala um að krónureitunum sem er verið að klára væntanlega að samþykkja í dag, að skipulagi fyrir hann verði klárt þannig að verði hægt að hefja uppbygging á honum strax á næsta ári. Tryggvabrautin og síðan
norðurstöðin sem heilsugæslan í Skarðshlíðinni. Þetta eru verkefni sem við þurfum að klára á þessu næstkomandi ári. Kollugerðishaginn, það þarf að fara að huga því að koma honum í ferli. Og síðan eru reitir innan Oddeyrarinnar sem að þarf að klára líka að koma deiliskipulagið. Það er ýmis verkefni í gangi hjá okkur. Þetta er svona það helsta. Ég veit ekki hvað við höfum að fara mjög ítarlega í þetta. Breytingarnar á fjármunum á milli ára ekki miklar en þó er sem sagt aðeins dregið úr launakostnaði sem er hið besta mál og þar með held ég að séu svona komin þessi helstu áherslumál okkar í skipulagsmálum fyrir næsta ár. Þá er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máls sinn. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara svona rétt taka til máls fjárhagsáætlunina. Ég vil nú byrja á því að þakka bara þessa góðu og upplýsandi umræðu, bæði hjá formanni bæjarráðs sem að það er alltaf gott að hafa glærur og eins þessa umræðu frá formönnum ráða sem mér finnst bara gera þessa umræðu svona innihaldsríkari og meira upplýsandi. Ég er nú svo sem ekki einmitt formaður neins ráðs en er nú formaður stjórnar Vistorku og get svona sagt það að þar er planið fyrir næsta ár að efla starfsemina og bæta við starfsmanni án þess þó að auka fjárframlög frá Akureyrarbæ, heldur verður reynt að sækja annað og leita annarra leiða til þess að fá inn annan starfsmann svo við getum fylgt eftir af krafti innleiðingu loftslags og umhverfisstefnu Akureyrarbæjar meðal annars. Þannig að það eru spennandi tíma framundan og við vonum að við náum að standa okkur við það sem við viljum gera, sem við höfum í sáttmálanum okkar að vera áfram í forystu í umhverfismálum. En svona almennt fjárhagsáætlunina þá vil ég bara segja að ég er mjög ánægð með þessa fjárhagsáætlun, ég er mjög ánægð með að fara þessa leið, þessa mildu hagræðingarleið á meðan við sjáum svona til hvort það rofar ekki til hjá okkur á næstu mánuðum og ekki bara okkur innan bæjarkerfisins, heldur bara samfélaginu almennt. En ég tek undir það sem að sumir aðrir hafa komið inn á og það eru stærri verkefni framundan í hagræðingu. Við verðum og okkar verkefni eru þetta fyrst og fremst að ná bænum á rekstri bæjarins á rétt kjöl eftir þessa þróun sem hefur orðið í kjarasamningum sem hefur kostað Akureyrarbæ gríðarlega mikið en það launakostnaður mjög hátt hlutfall af útgjöldunum þannig að þessar, og ég ætla bara að segja þessar ánægjulegu launahækkanir er bara verkefni sem við þurfum að takast á við og þurfum að bretta upp ermar og við þurfum að einhenda okkur í það svona meiri krafti má segja strax í upphafi næsta árs og ég er alveg hlakka bara í raun og veru til þess, það er auðvitað mikil áskorun en ég held að séu mikil tækifæri til þess að bara skoða hlutina og svona átt okkur á því hvað skiptir miklu máli og hvað skiptir minna máli og hvernig er þetta að gera hlutina betur og þetta er svona tækifæri til þróunar og það er nú bara þannig að í svona áskorunum felast oft tækifæri til þróunar og ég held við ættum að öll að bara fagna því spennandi verkefni að reyna að horfa, má segja, út fyrir kassan til þess að finna það góða sem að getur leitt af sér í svona áskorunum eins og við stöndum frammi fyrir. Þannig en ég vildi bara segja að ég er að raun og veru mjög sátt við þetta þó þetta sé svona mjög hófstillt fjárhagsáætlunargerð og engin stór mál má segja og en við munum auðvitað taka svona aðeins og auðvitað eins og manna bæjarfulltrúi Eva kom inn á í sinni umræðu að koma inn, sem sagt að fara í svona kannski nýtt samstarf þegar fjárhagsáætlun er þegar hafin
Það leiðir auðvitað af því að það ekki, og það eru að mínum að ekki góð vinnubrögð að henda sér á stað í handahlaupum í einhverja breytingar sem ekki búið að skoða mjög grundigt, þannig og ég held að okkar samstarf sem ég mjög ánægð með hingað til og hef miklar áframvæntingar sem felst meðal annars í því að við erum komið fleiri hendur á dekk eins og sagt stundum og getum skoðað málin dýpra og betur og afla betri gagna og velt upp fleiri möguleikum. Þannig að ég hlakka bara í raun og veru til þess verkefnis. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú með frekar blendnar tilfinningar að baki þess að skila fjárhagsáætlun með milljarð í halla. Og það getur aldrei verið ánægju efni í sjálfu sér að gera svo. Hins vegar kannski það ánægjulega í þessu að við erum þó í þeirri stöðu að kannski hafa efni á því í mjög stuttan tíma að gera þetta með þessum hætti. En það þýðir líka það að við þurfum að bregðast mjög hart við. En ætlum að gera það í skrefum. Og það aldrei einfalt þegar að horti til þess að launavísitala sveitarfélaga hefur hækkað 9%, hins vegar á almennu vinnumarkaði kringu 6%, sem þýðir að við erum með í þessari áætlun í kringu 700 milljónir í auknar launagreiðslur á móti 300 milljónum í hækkun og útsvari. Og þegar að þessi þróun á sér stað, þá gefur auga leið að það þarf þá að bregðast við með tvennum hætti, það annaðhvort að hagræða til að spara fyrir þessu eða þá hitt að við verðum að auka tekjur. Og það eru kannski verkefni sem bíða okkar, að það að takast á við það að laga til í rekstrinum eins og hægt er. Erum að gera það hægt og rólega eins og hefur komið fram hjá öllum formunum nefnda sem hér hafa talað og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin sem fór með nákvæmum hætti yfir áætlunina eins og lítur út. Og það verður að segjast eins og að það búið að nefna alveg fullt af atriðum sem verið að skoða og við munum halda áfram að skoða. Ég vil bara ítreka það að við verðum og erum að horfa einnig á það hvernig við aukum tekjur. Það bara lykilatriði í þessu líka. Það verður að vera eitthvað jafnvægis. Og mér langar til að nefna það tvennt í viðbót. Það aðeins borið á umræðu eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á með málefni fatlaðra. Að þar halli orðið á sveitarfélagið 500 milljónir. Það ekki verið að leggja það til að draga úr þjónustu við fatlaða. Það hefur enginn talað það og það stendur ekki til. Það hins vegar orðið alvarlegt mál að málefni fatlaðra að fjárframlögin í gegnum jöfnunarsjóð dugi ekki fyrir þeir rekstri sem liggur fyrir. Það var samið þegar málaflokkurinn fór yfir til sveitarfélaganna 2011. Og ef þetta þróun sem fer að síga frekar ógæfu hliðina eins og hefur gerst með öldrunarheimilin, þá eru sveitarfélögin bara í alvarlegum vanda. Vegna þess að sveitarfélögin hafa ekki sama svigrúm til að auka og hækka tekjur sínar í svo ríkið. Þannig að það bara stórt verkefni framöndan og við þurfum að ná jöfnuði þarna. Og þegar við skoðum þessa tvo þætti þá erum við komið með ákveðna skýringu þarna á þó nokkrum hluta þessum halla sem við erum að standa frammi fyrir. Og svo bara rétt að því að það var minnst á það og ég geri ráð fyrir að menn hafi einhverju tekið eftir því að það var minnst á það að það ætti að fara í verulega framkvæmdir við Ráðhúsið. Og þá vil ég bara taka það fram að það verið að fara í framkvæmdir við Ráðhúsið til þess að koma allri stjórnsýslu fyrir þar og það til að uppfylla eitt af þeim markmiði sem við höfum stefnt og það að fækka fermetrum. Og við gerum ráð fyrir því að með þessari framkvæmd að það náum við að spara alltaf 150 milljón krónur í rekstrakostnaði á ári þegar búið að ná þessi gegn. Þannig að þetta verulega hagkvæm framkvæmd og það bara skiptir okkur miklu máli að fara í slíka framkvæmdi þegar svona stendur á. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að þessu sinni en bara ítreka það að
það bíða okkar mörg verkefni, við erum búin að koma þeim af stað og þetta verður mikil vinna framöndan og ég geri ráð fyrir því að okkur takist að skila áætlun á næsta ári sem lítur nokkuð öðruvísi út, þó ég ætla ekki að lofa neinu. Takk fyrir öll saman. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu næst, tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil aftur aðrið þakka öllum fyrir yfirferðina, hún var mjög góð og ég vil sérstaklega þakka Guðmundi Baldvin, bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir sína yfirferð. Hann hefur nú sjaldan verið svona skýrmæltur í fjárhagsáætluninni eins og í ár. Og það kom eiginlega akkurat allt fram sem þurfti að koma fram hjá hann. Það var vita fyrir löngu síðan að Akureyrarbær væri ekki sjálfbær og að þyrfti að taka til hendinni. Svo þegar þetta COVID skellur á þá er alveg ljóst að bæjarfélagið ber mikla ábyrgð og því var hægt á öllu til þess að vernda viðkvæma hópa hér og ég tel að bæjarfélagið eigi að gera svoleiðis. Og þess vegna lítur þetta nú kannski svona út. En það er ljóst að COVID er vonandi að taka enda og þá þurfum við að taka til hendinni. Og það sem gleður mig kannski mest í þessu er að við skulum hafa tekið ákvörðun að skipta niður á okkur verkum. Þannig að við komumst yfir meira á nýju ári og vonandi mun þetta líta töluvert betur út eftir næsta ár. Ég hef alveg fulla trú á þessum hóp sem hér situr. Og þegar við tökum höndur saman og komumst svona út í lífið, þá held ég að þetta muni allt horfa til betri vegar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sem ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björg Reynisdóttir tekur til máls. Já, takk fyrir það forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil náttúrulega líkt og aðrir byrja að þakka formaðinni bæjarráðs Guðmundi Baldvini fyrir afskaplega góða yfirferð og í raun bara öllum formönnum fyrir góða yfirferð hvað varðar sína málaflokka. Og ég ætla svo sem ekki að vera lengi að umræðina mikið, en ég get svo sem tekið undir flest það sem hefur komið fram hjá bæjarfulltrúum í því og kannski svona eins og Hilda Jana bæjarfulltrúi byrjaði að segja, ég myndi gjarnan vilja að við ættum bara hreinlega meiri pening. En staðan er þessi og þetta er óneitanlega skrítið ástand í samfélaginu og fjárhagsáætlunin ber þess svo sannarlega merki. Það var alveg ljóst í upphafi þessa árs, myndi ég segja, fyrir COVID að það voru teikn á lofti að atvinnulífið þyrfti að takast á við þær áskoranir sem launahækkanir hefðu í för með sér. Það samdráttarskeið sem kemur núna í kjölfar COVID var að einhverju leyti þá þegar hafið. Fyrirtækin gátu síðan kannski aðeins fresta sínum hagræðingum og þá uppsögnum fram eftir ári með hjálp stjórnvalda og þeirra aðgerðum. En nú þegar líður á áramótum þá sígur í bæði hjá fyrirtækjum sem verst hafa farið út úr þessum faraldri og hjá einstaklingum sem misst hafa vinnuna. Það hefur verið komið inn á það að markmið bæjarstjórnar sé að ná sjálfbærum rekstri á næstu árum og reksturinn var ekki sjálfbær fyrir COVID og er það svo sannarlega ekki núna. En mér langar aðeins að þegar ég byrjaði fyrst hérna sem bæjarfulltrúi árið 2010, þá vorum við að taka við og eiga við eftirköst hrunsins. Og viðbrögð stjórnvalda þá voru að draga saman. Það er því að það var í sjálfu sér ekkert annað að gera, skuldahlutfallið var hátt og engin lán í boði. Núna er sem betur fer önnur staða. Við búum við þokkalega skuldastöðu og nokkuð gott framboð af góðum lánum. Þannig að við getum og eigum að bregðast öðruvísi við, eða eins og við erum að gera, halda áfram að framkvæma, taka lán í mestu lægðina og verja þjónustuna. Með öðrum orðum, við höfum bolmagn til þess að skuldsetja okkur og verja núverandi rekstur og getum þá virkað eins og hið opinbera á að virka að mínu mati, standa sterk í niðursveiflu og draga frekar saman í uppsveiflu. Við munum ekki einungis halda í horfinni, heldur ætlum við að bæta í og stærsta verkefni þar varðar þjónustu við barnafólk. Eða þegar við bjóðum eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaks sem fór svo vel yfir leikskólapláss fyrir öll börn alltaf niður í alltaf 12 mánaða aldur og það er bara nokkuð vel gert verið að segja. En jafnframt þessu þá verðum við þetta að horfa til lengra fram í tíman og leggja línuna fyrir komandi ár. Bæði með því að blása til sóknar og svo síðan að straumlínulaga reksturinn og horfa þá til kjarnastarfseminnar. Það er að mínu mati algjörlega ljóst að
það verður bara hreinlega snúið fyrir sveitarfélög í landinu að halda uppi lögbundinni þjónustu í þeim gæðaflokki sem við erum vön á komandi árum. En þetta er góður hópur, og ég vil að lokum þakka félögum mínum í bæjarstjórn fyrir samstöðuna og að við skildum einhenda okkur í þetta verkefni framundan saman. Ég tel að það sé afar mikilvægt því á svona tímum þá er það mín skoðun að allir sem vettlingar geta valdið eigi að fara upp á dekk og róa í sömu átt. Og mér finnst við hafa bara sannarlega gert það og ég hlakka til að takast á við verkefnin framundan með ykkur. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það og orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hversi, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held ég verði nú að fá að ljúka málinu hérna í dag. Þetta er þarna skal ég segja búið mjög góðar gagnmerkar umræður hérna með hjá fólki og mér finnst þetta góð aðferð hjá okkur að fara svona yfir hvern og einn málaflokk og vera upplýsandi svo bæjarfulltrúi Sóley kom inn á. Það er líka mjög ánægjulegt í rauninni að við erum komið með allar hendur á dekk og við erum í rauninni að takast á við þetta saman. Ég held að það sé mjög mikilvægt vegna þess að eins og hefur komið fram þá erum við bara í miðjum skaflinum ennþá. Við erum ennþá að takast á við þetta, eins og ég segi bara aftur, við erum að takast á við þetta veirufjanda, ég vil bara leyfa mér orða, og þetta er bara snúið rekstur hjá sveitarfélögum. Við sjáum það í rauninni á þeim fjárhagsáætlunum sem að birtast þessa dagana að sveitarfélög í erfiðri stöðu, sérstaklega þau sveitarfélög sem að hafa mikla félagslega og velferðarþjónustu á sínum snærum. Og það kemur berlega í ljós að þau standa kannski erfiðar í þessu og þess vegna er mjög mikilvægt að sem eins og komið hefur hér fram að við eigum samræður og það komist botn í þessu samræði milli ríkis og sveitarfélaga hvernig í rauninni fjármagna á málaflokk fatlaðra. Það er sístækkandi málaflokkur og mikilvægt að bregðast við og gera vel í honum. Þess vegna er svo sem ánægjulegt og ég held að það kannski er næstu ára pælingar fyrir bæjarstjórnir, hvernig verður tekist á við það frumvarp sem að varnarmálaráðherra er að leggja fram núna, varðandi svona sameiginlega björgunar eða hvað að segja stuðning við þá sem höllum fæti standa til að koma í veg fyrir framtíðarkostnað. Það er líka eitt sem að menn verða að skoða hvernig verður fjármagnað en auðvitað munum við ekki skorast undan því að taka þátt í því starfi til þess í rauninni að bæta okkar samfélag og bæta það ekki bara til dags fyrir morgundaginn heldur til langra framtíðar. Það er mikilvægt að við séum opin fyrir því samstarfi. En það hefur svo sem allt komið hérna fram sem við viljum ræða í dag. Þetta er náttúrulega fjárhagsáætlun sem við erum að leggja fram til fyrri umræðu. Það hefur þó, ég sagði nú í upphafi máls míns að ég reikna nú ekki með miklum breytingum en auðvitað er það nú alltaf svoleiðis að þetta er lifandi plagg kannski fram að 15. desember og við erum auðvitað að taka umræðu. Við erum að vinna að ýmsum málum og bæjarfulltrúi Hlynur benti á hér áðan að við erum búin að skipta svona verkefnum milli okkar bæjarfulltrúa og erum að skoða ýmsa hluti og það er liður í því rauninni að taka þessa vinnu áfram vegna þess að við erum ekki búin þó með þessari fjárhagsáætlun. Við erum að horfa til lengri framtíðar og strax á næsta ári þurfum við að bretta upp ærmar og vonandi verður verkefnið auðveldara með bjartari tímum og bóluefni. Máli mínu lokið, takk fyrir. Ég þakka jafnframt góðar umræður þarna í dag og kannski bara, ég vil ljúka því að það sýnir bara hversu öflugur hópur þessi bæjarstjórn er þegar við tökum höndum saman og við munum að mínum að til ná þeim árangri sem við stefnum að. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá vil ég segja þessari umræðu fjárhagsáætlun lokið. Og þá koma næsta lið á dagskrá, það er gjaldskrár umhverfis- og mannvirkjasviðs. Þarna er seinni umræða drög að auglýsingum breyting á gjaldskrá vegna stöðubrota í Akureyrarbæ. Fyrri umræða fór fram í bæjarstjórn hérna 17. nóvember og hefur ekkert breyst síðan þá. Ég segi bara orðið er laust þennan lið sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að fjórða lið að dagskrá reglur niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum, endurskoðun og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Reglurnar voru teknar fyrir í fræðsluráði 16. nóvember og síðan í bæjarráði 27. nóvember. Þetta eru endurskoðaðar reglur niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum. Breytingar hafa verið gerðar á reglunum vegna aukinnar niðurgreiðslna og niðurgreiðslu 8. tímanum, þar sem horft er til breytinga á reglunum samhliða lengingu fæðingarorlofs í 10 mánuði frá 1. janúar 2020 og svo í 12 mánuði frá 1. janúar 2001. Haustið 2019 ákvað bæjarstjórn Akureyrarbæjar að jafna kostnað foreldra sem nýta þjónustu dagforeldra til jafns við þá foreldra sem nýta þjónustu leikskóla. Þessi aukna niðurgreiðsla kemur til framkvæmda mánaðamótin eftir að barn hjá dagforeldri nær innritunaraldri í leikskóla. Upphæð niðurgreiðslunnar tekur breytingum samhliða gjaldskrá dagforeldra. En framkvæmd aukinnar niðurgreiðslu með þeim hætti að upphæðin greidd til dagforeldris sem lækkar hlut forráðamanna sömu upphæð. Ég legg hér til við bæjarstjórn að samþykkja þessar endurskoðuðu reglur niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum. Það hefur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust þennan leið. En sem enginn hefur hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er 11. Og takk fyrir það, þá ætla ég að vinda mér aftur í annan lið á dagskrá og bera hann upp til samþykktar, það er að segja fjárhagsáætlun og svo til seinni umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er 11, takk fyrir það. Þá er komið að 5. lið á dagskrá og það er stígakerfi Akureyrarbæjar að skipulagsbreyting til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 25. nóvember 2020. Lögði fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 til að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 sem var nýtt stígakerfi innan sveitarfélagsins ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Þá er lögð fram tillaga viðbrögðum við efni athugasemda og umsagna. Er þar gert ráð fyrir að gerðar verði nokkrar breytingar á skipulagstillögunni til að koma til móts við efni athugasemda og umsagna. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt með minni háttar breytingum til að koma móts við innkomnar athugasemdir og umsagnir. Jafnframt að tillaga, umsögn og við athugasemdum verði samþykkt en þar er greint frá þeim breytingum sem gerðar verða á skipulagsgögnum. Mér langar til að segja í kjölfarið þessu að ég er tilbúin að samþykkja þetta en vil leggja fram bókun vegna þess að ég hef áhyggjur af þessari hjólastígi gegnum skipagötunum. Ég hef áður nefnt þetta og á meðan að þessi gata er með 50 km hámarkshraða og verður þá með hjólastíg, stoppstíg sem er með 25 km hámarkshraða að þá hef ég áhyggjur af þessari umferð þarna í gegn og myndi gjarnan vilja sjá í svona samræmi við okkar sáttmála að við værum að tala vistvænan miðbæ þar sem að þetta væri einfaldlega gert að vistgötu og þetta svona helsta umhverfi í miðbænum. Þannig að ég er með bókun fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna sem ég langar til að leggja fram og lesa með leyfi forseta. Eva Hrund Einarsdóttir, Gunnar Gíslason og Þórhallur Jónsson dýrlista og orka bóka að þau telji að lega stoppstígs hjólreiða í skipagötu sé ekki æskileg og betra væri að honum væri fundinn annar staður. Það er mat okkar að slíkur stígur á þessu stað gæti valdið slysahættu þar sem verslunargötu er að ræða. Punktur. Þá hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Ég fagna þessu stígaskipulagi enn og aftur. Í samstarfssáttmála kemur réttilega fram að það eigi að byggja þennan miðbæ, en mikilvægt er að miðbærum sé fyrir alla vegfarendur og hugsa fyrir sérstöku rými fyrir gangandi, hjólandi og akandi. Eins og bæjarfulltrúi Þórhallur nefndi réttilega þá er í skipagötunni hámarkshraði bíla 50 km á klukkustund sem ég vona að bæjarfulltrúi og við förum að lækka.
En hámarkshraði hjóla aðeins 10 km á klukkustund samkvæmt því stígaskipulagi sem hér til umræðu, enda lægri hraði en 25 km á klukkustund sérstaklega tekið fram í miðbænum bænum. En bæjarfulltrúarnir Hilda Jana Gísladóttir, Heimir Haraldsson, Halla Björk Reynisdóttir, Hlynur Jóhannsson og Sóley Björk Stefánsdóttir leggja því fram eftirfarandi mótbókun. Í því miðbæjarskipulagi sem nú til endurskoðunar skiptir miklu máli að skapa svigrúm fyrir fjölbreytta vegfarendur, gangandi, hjólandi og akandi. Umræddur hjólastígur við hliðina á umferðargötu og erfitt að sjá hvernig umferð hjólandi sé hættulegri en bíla í sömu verslunargötu. Þá bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það svona þegar við erum að skiptast á skilaboðum hérna á rafrænan hátt að þá kannski fer eitthvað fram hjá fólki en við, ég og Ingibjörg Ísaksen, tökum undir þessa bóku Hildu Jönu. Hún var bara ekki búin að sjá hana, við vorum í raun að samþykkja það að taka undir bókunina hennar, þannig að ég vil bara taka fram að við erum með í þessari bókun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það hefur komið fram í máli mínu áður að til þess að ná fram sem sagt, vist vænasta miðbænum, þar sem að öll dýrin í skóginum eru vinir, að þá sé gáfulegast að hafa samfellt yfirborð þar sem ekki eru afmarkaðar sérstakar akreinar fyrir bíla, hjól eða gangandi. Heldur samfellt yfirborð þar sem að við náum umferðarhraðanum niður með því að taka tillit til hvers annars. Og það væri ofsalega gaman að sjá tilraun með slíka útfærslu á þessum stað. En ég læt máli mínu loki hér og nú. Takk. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek nú undir þessa bókun með Hildu Jönu og fleirum. Að mínu mati þá þetta stígaskipulag, þetta ofsalega flókið að gera svona heildarstígaskipulag fyrir bæinn. Og þetta ekki fullkomið og það alls konar atriði sem bara eftir að held ég hugsa betur og við eftir að sjá betur þegar við förum að vinna betur eftir þessu. Þannig að mínu mati það var mjög mikilvægt að samþykkja þetta skipulag þó manni finnist það ekki alveg fullkomið og bara fínt að setja fram alls konar bókanir og ég vildi bara svona skýra það að þetta þetta eftir og ég tek öll í hjarta undir það eigi að lækka þarna hraðan og þetta allt að vera miklu vistvænna en svona í prinsippinu þá finnst mér alveg glatað að gera ýta hjólandi vegfarendum út við hlið mjög stórrar umferðargötu út á loftmengun sem mjög, bara skaðleg heilsu fólks, sérstaklega þegar í áreynslu eins og hjólandi vegfarendur, allavega þeir sem ekki á rafhjólum eru. Þannig að það ástæðan fyrir mér alveg galið að fara með þetta þarna, en þetta bara eitthvað sem á eftir að vinna áfram og ræða áfram og þetta stígaskipulag í heild sinni. Við erum bara að byrja, held ég, stórt og mikið ferli í því að gera ráð fyrir alls konar umferð, ekki bara bílaumferð. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum ekki á móti þessu stígaskipulagi. Við erum hins vegar að koma með ábendingu það sé kannski ekki rétt að vera með stoppstíg sem slíkan á þessu svæði og bendum ekki á neina ákveðna leið til að leysa þetta verkefni, heldur miklu frekar hitt. Þetta verði endurskoðað með einhverjum hætti. Og ég held að bæjarfulltrúi Þórhallur hafi meðal annars bent á ákveðna leiðir til þess og það eitthvað sem við þurfum bara að vinna áfram. En við erum að fara að samþykkja þetta skipulag en það bara gott að benda á hluti sem við teljum að betur mættu fara og það bara gott að við skiptum svona á skoðunum, sýnir að við erum þó ekki allavega sammála allt. Gaman, það ekki? Takk. Akkurat, þá bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt þessa aðalskipulagsbreytingu, gefið merki. Það 11, takk fyrir það. Þá komið að 7. liður á dagskrá, Hvannavallareitur, deiliskipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Þá er liður 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 25. nóvember 2020 lögði fram að nýju lokinni auglýsingu tillaga að deiluskipulagi sem nær til lóðarinnar Glerárgötu 36. Var tillagan auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þann 24. júní 2020 með athugasemdafresti til 5. ágúst. Bárust 3 athugasemdabréf auk umsagna frá Vegagerð, Minjastofnun, Norðurorku, Hverfisnefnd Oddeyrar, Ungmennaráði og Öldungaráði. Þá er lögð fram tillaga sviðsstjóra skipulagssviðs að umsögn umkomnar athugasemdir og umsagnir. Deiluskipulagstillagan er lögð fram með þeirri breytingu að gert er ráð fyrir að lóðinni Glerárgötu 36 sé skipt í 2 sjálfstæðar lóðir auk minni háttar breytinga í greinargerð. Fyrir liggur samkomulag við lóðarhafa skiptingu lóðarinnar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagið verði samþykkt með minni háttar breytingu hvað varðar skilgreiningu lóðamarka og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt er lagt til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að umsögn innkomnar athugasemdir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér þykir bara ástæða til að fagna þessari tillögu og fagna þeirri lausn sem komin er í þetta mál og ég vil bara taka það eða hrósa skipulagsstjóra fyrir hans framgöngu í þessu máli sem hefur greinilega verið mjög til bóta. Og það er bara gott að sjá þetta mál vera leyst og við förum að sjá uppbyggingu á þessu reit. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég veit að það er svona kannski ekki venjan að við ætlum að fara að endurtaka hvort annað en ég bara verð að nýta tækifærið og taka undir með bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni að ég tel þetta alveg ákaflega mikilvægt mál og ég held að við séum öll sammála það að þarna séu góðir hlutir að gerast og gott að þetta mál séu höfn og einmitt tek undir hrós til skipulagsstjóra líka. Þannig að ég tek mér það bessaleyfi að sérstaklega undirstrika það enda tel ég það mikilvægt og þetta er búið að vera ofboðslega langt og strangt ferli sem að margir hafa komið að og ég bara er glöð að sjá því að það vera komið í höfn núna. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta deiliskipulag og umsagnar gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 7. lið á dagskrá, stjórnkerfisbreytingar í velferðarþjónustu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, undirbúningsvinna við sameiningu fjölskyldusviðs og búsetusviðs hófst í september á síðasta ári og var ráðgjafafyrirtæki Capacent fengið til að leiða vinnuna með aðferðum notendamiðaðrar nálgunar. Sú aðferðafræði gengur út á í grunninn að notandinn er ætíð hafður í fyrirrúmi og áhersla lögð á að finna hvaða leið er best út frá þörfum notenda þjónustunnar. Þetta var gert í nokkrum skrefum. Fyrst var velferðarþjónusta Akureyrarbæjar kortlögð, næst voru notendahópar skilgreindir, þriðja skrefið var að þjónustuleiðir voru skilgreindar og fjórða skrefið var svo vinna með starfsfólki bæjarins. Að þessari vinnu lokinni komu fram úrbótahugmyndir að bættri þjónustu og sú niðurstaða og með leyfi forseta að ná markmiði þverfagleg vinnubrögð og einföldun á þjónustuferlum með notendamiðaða nálgun að leiðarljósi sé sameining í eitt velferðarsvið sem sameinar og til þjónustu við notendur augljóst næsta skref. Það er sú tillaga sem liggur fyrir fundinum í dag að fjölskyldusvið og búsetusvið verði sameinað í eitt velferðarsvið sem og nýtt skipurit frá 1. janúar 2021. Við ætlum að gefa okkur tíma til að innleiða breytingarnar í góðri sátt við starfsfólk því okkur hefur auðnast að vinna með starfsfólki að þessum breytingum og það hefur gefist vel. Það liggur fyrir góður upplýsingagrunnur hvað þarf að bæta og umbótaverkefni sem hjálpa við að ná markmiðinu að bæta velferðarþjónustu, gera hana notendavænni
auka skilvirkni, hagræðingu og nýta möguleika stafrænnar þróunar. Að lokum leggja fram bókun. Markmiðið með stjórnsýslubreytingum að bæta velferðarþjónustuna og gera hana notendavænni, auka skilvirkni og nýta möguleika stafrænnar þróunar. Með kortlagningu velferðarþjónustunnar og stjórnkerfisins, skilgreiningu á notendahópum, upplifun þeirra af þjónustunni og umbóta verkefnum sem byggja á þörfum notenda, skapast farvegur til þess að innleiða þjónustuferla sem sannarlega eru hannaðir út frá þörfum notandans og eru jafnframt í takti við þá stafrænu þróun sem á sér stað í samfélaginu og Akureyrarbær vill leggja áherslu á. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna þessum breytingum og ekki síst þeirri áherslu að það sé verið að horfa til notendamiðaðra þjónustu. Langar að deila lítilli sögu með ykkur. Þegar við Heimir fórum að tala þessar kosningar og fara í kosningabaráttu og ég spurði hann út í það hvað væri það svona helsta sem hann vildi leggja mörkum til breytinga, þá sagði hann við mig að það væri einfalt, að þyrfti að breyta þjónustunni, sérstaklega gagnvart viðkvæmustu hópunum, þannig að hún miðaði út frá þeirra þörfum. Hún yrði betri og einfaldari og skilvirkari og því vil ég nýta tækifærið að sjálfsögðu til þess að hrósa starfsfólki sviðsins og bæjarins, en líka Heimi, þarna dæmi verkefni sem að fyrir rúmum 2 árum var það sem að þú ætlaðir að gera og mér finnst bara gaman að deila því með ykkur að þetta var eitt af því sem hann vildi leggja mörkum og ég fagna því mjög. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna þessari breytingu. Þetta mjög áhugaverð nálgun sem hefur verið notuð við allan undirbúning af þessu. Þessi hugmynd að ganga fyrst og fremst út á því að hanna út frá notendum þjónustunnar finnst mér alveg frábær og bara til fyrirmyndir og eitthvað sem við ættum að gera held ég bara meira af. Það er eitt sem að trufla mig aðeins og kannski er það eitthvað sem að felur það í sér að þetta unnið þarna út frá notendunum og sjálfsögðu að miklu leyti af okkar eigin starfsfólki sem að þekkir þessa notendur gríðarlega vel og eftir því sem ég hef upplifað og þá hefur þessi vinna öll farið svona framdálítið fyrir utan pólitíkina. Ég svona velti fyrir mér að ég held bara að við þurfum alltaf eins og alltaf þegar við prófum að gera eitthvað öðru sem hefur áður verið gert þá þurfum við að skoða hvað var gott við það og hvað var ekki gott við það og reyna að leggja mat til dæmis á þetta ferli af því ég held þetta sé svona ferli sem við myndum vilja endurtaka af því ég held að ég trúi því að útkoman úr þessu sé góð, ég held að ferlið hafi verið gott hvernig, eins og ég segi, hvernig þetta hugsað út frá notendanum. Ég get bara ekki látið hjá líðast að nefna að það er eitt sem að mér finnst vera athugavert við þetta ferli, það er að það skuli aldrei hafa komið inn á borð stjórnsýslunefndar hvort að það væri tilefni til að auglýsa starf sviðsstjóra, nýtt starf sem að verður til úr þessu. Ég held að geti mjög vel verið málefnaleg rök fyrir því að það þurfi ekki að gera það, af því að það geta mjög vel verið svoleiðis mál, eða sem sagt málin geta mjög vel verið þannig að það sé ekki endilega tilefni til að auglýsa. En mér finnst athugavert að það hafi ekki komið til umræðu í stjórnsýslunefndinni og ég bara nefna þetta sem snýr í raun og veru alls ekkert að þessu heldur einmitt þessu ferli og til þess að við höfum þetta í huga þegar við erum að gera breytingar þá ættum við að taka formlega afstöðu til þess hvort eigi að auglýsa stöður og þá hvaða stöður. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara líkt og aðrir fagna þessari breytingu sem að verða nú á þessu velferðarsviði okkar og þetta búið að taka langan tíma en ég held líka að þetta hafi verið mjög faglega unnið og það sem komið fram í máli manna hér áðan
áður en ég ætla kannski aðeins að bregðast við því sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á að það er alveg rétt að var gagnrýnt í þessu og við munum læra af því að við hefum kannski þurft að vera með þessar breytingar oftar inn á borði stjórnsýslunefndar sem er í rauninni bæjarráð. Og það er eitthvað sem við lærum af þessum vinnubrögðum sem hafa verið í þessu máli. Ég held hins vegar að það hafi verið rétt ákvörðun að taka þessa ákvörðun að sviðsstjóri fjölskyldusviðs taki þetta starf. Hún er svo sem í rauninni, verður eins og menn vita þá er hún komin á ekki langt eftir á sínu starfsaldri og þetta er svona kannski, hún mun stýra þessu svona næstu árin en þetta er líka hluti af því sem að bæjarstjórn lagði upp með til þess að ná svona sátt meðal starfsmanna og vinna þetta áfram og var gert að tillögur ráðgjafa. Það var hins vegar í rauninni ákvörðun fyrrverandi meirihluta að bakka upp þessa ákvörðun bæjarstjóra en það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Sóleyju að þetta hefur kannski átt að koma formlega inn í ráðið og við lærum af þessu ferli öllu og við erum svo sem búin að ræða það við viðkomandi einstakling sem að sá svona þennan gangaðstofan bæjarstjóra að það þegar við svona tökum næstu skref í einhverju slíku breytingu og þá séum við þessu vel meðvituð að þetta sé rætt inn í bæjarráði sem er stjórnsýslunefnd bæjarins. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að taka aðeins undir orð bæjarfulltrúa Sóleyjar Björkar hérna hvað þetta varðar. En ég ætla líka að fagna því að þessu verkefni er lokið og ég ætla að bera þá von í brjósti að þessi ákvörðun hafi verið til góðs og við munum sjá miklu öflugra starf og markvissara á þessu nýja sviði sem ég hef bara fulla trú á. En gerir mig líka grein fyrir því að þær breytingar sem verið að fara í þarna, þær munu taka töluvert mikið á og það er ekkert einfalt að gera þessar breytingar núna í því ástandi sem er í kringum þennan veiru fjanda eins og sumir hafa orðað og gerir það ráð fyrir því að það verði veittur góður stuðningur við stjórnendur og starfsmenn þegar þessar breytingar gangi í gegn. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforstjóra að taka við stjórnarnefnd og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt og aðrir bara að fagna því að þessari vinnu sé lokið. Það hefði margt við megum læra á þessu ferli. Ég hefði gjarnan viljað að þetta hefði gerst hraðar en þetta er búið núna og ég held að það hefði verið vandað hvert einasta skref í þessari vinnu og þetta er eitthvað sem við myndum eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á kannski vilja viðhafa í næstu skrefum þegar við tökum stjórnsýslubreytingar aftur fyrir vegna þess að þarna var starfsfólk haft með og þá var einmitt þessi notenda hugsun að koma til móts við notandann. Það var eitt sem kom fram á bæjarmálafundi hérna hjá okkur, það var þessi mikilvægi svo í framhaldinu að tengja þetta vel skólastarfinu. Það er að segja að tengingin þarna er orðin fín á milli búsetu og fjölskyldusviðs en svo þyrfti að tengja það fræðslusviði. Og ég held að ekki vafa að það verði gert en þetta er bara svona til áminningu fyrir okkur að fylgjast áfram með því að það samstarf verði og þessi þjónusta sem þá við börn innan kerfisins að hún sé heildstæð líkt og bara barnamálaráðherra hefur verið að tala núna þessu síðustu dögum. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að fara að lengja umræðuna, ég fagna þessu bara og mér langar svona kannski aðeins að því að forseti bæjarstjórnar kom inn á áðan varðandi samvinnu á milli sviða og fræðslusviðs og velferðarsviðs að þá get ég tilkynnt að hér að sú vinna er nú þegar hafin í tengslu við þetta frumvarp og vonandi verða að lögum þannig að það bara svo því sé haldið til haga og þá er þetta nú þegar byrjað. Þá bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóð þeir sem geta samþykkt þessa samruna að velferðarsvið, gefur merki. Það er 11, takk fyrir það. Og þá er komið, bókunin náttúrulega sjálfsögðu lögð fram sem að Heimir fór og las upp.
Þá komið að 8. lið á dagskrá. Það fjárveitingar til Háskólans á Akureyri og framhaldsskóla á svæðinu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það þarf væntanlega, það eins og að predika fyrir kórinn að ætla að ræða svo sem þessi mál, en framhaldsskólarnir á Norðurlandi eystra og Háskólinn á Akureyri gegna þetta mjög mikilvægu hlutverki í þessum landshluta fyrir nám ungs fólks, atvinnutækifæri, byggðaþróun og almenn lífsgæði. Maður áttar sig kannski ekki alveg á því alltaf að þetta eru mjög sambærilegar stærðir, þar að segja þessir 5 framhaldsskólar og Háskólinn á Akureyri að sumu leyti. Í framhaldsskólanum 5 eru 2000 nemendur, þar starfa tæplega 300 manns og velta skólana 3.650 milljónir króna. Í Háskólanum á Akureyri eru yfir 2500 nemendur, 205 starfsmenn og veltan 3.700 milljónir króna. Samanlagt í þessum skólum eru því 4.500 nemendur, 500 starfsmenn og veltan yfir 7,3 milljarðar. Það gefur því augaleið að það eru miklir hagsmunir í húfi þarna. Háskólar hafa orðið grunnur að uppbyggingu borga utan höfuðborga, til dæmis í Tromsø og í Noregi og Ólo í Finnlandi, og það er einmitt verkefni sem við erum að horfa til hér, að byggja aðra borg hér á Akureyri á Íslandi. En Háskólinn á Akureyri á að vera undirstaða þess að jafna aðgengi allra landsmanna að háskólanámi, og það er rík þörf að auka hlutverk hans og bæta jafnvel við tækninámi og listnámi, eða ekkert jafnvel, ég tel það allavega mikilvægt. Mikilvægi skólanna er ekki síst mikill núna þegar heimsfaraldur ríður yfir og fólk nýti tækifæri til að afla sér menntunar. Það skýtur því skökku við að sjá að vegna aukningar stúdenta síðustu ár við Háskólann á Akureyri, auk þess sem fallið hefur verið frá aðgangstakmörkunum á þessu ári, að það vanti 150 milljónir króna í fjárlög fyrir árið 2021. Og það vekur það óneitanlega athygli að samkvæmt fjárlögum 2021 að þá beri framhaldsskólarnir á Norðurlandi eystra verulega skarðan hlut frá borði miðað við aðra framhaldsskóla landsins. Skólarnir í okkar landshluta reka lestina í prósentuhækkunum á milli ára. Þessi lága hækkun á fjárlögum skólanna á milli ára kemur ofan á litlar hækkanir undanfarin 3 ár. Mikill þrýstingur var bæði á háskóla og framhaldsskóla að bæta við sem nemendur vegna COVID-ástandsins, og það er því sérkennilegt að sjá ekkert í fjárlögum sem virðist benda til þess að gert sé ráð fyrir þessum nemendum áfram í framhaldinu, og virðist í rauninni ekkert annað blasa við en verulegur samdráttur og rekstrarörðugleika. Það er verið undirbúið kvöld. En allavega, það virðist blasa við samdráttur og rekstrarörðugleikar, auk þess sem færri nemendur eiga væntanlega eftir að komast í nám við þessa skóla. En það er ljóst að staðan er grafalvarleg og því leggur bæjarstjórn fram eftirfarandi bókun og áskorun. Bæjarstjórn Akureyrar telur illa vegið að framhaldsskólum á Norðurlandi þar sem þeir bera verulegan skertan hlut frá borði í fjárlögum 2021 sé miðað við aðra framhaldsskóla landsins og þeir raði sér í neðstu sætin séu prósentuhækkanir milli ára skoðaðar. Þá harmar bæjarstjórn að nú virðist vanta 150 milljónir króna á árinu 2021 til þess að Háskólinn á Akureyri geti staðið straum af verulegri aukningu stúdenta undanfarin ár, en óásættanlegt er ef skólinn fyrir að vísa nemendum frá námi vegna fjármagnsskorts. Framhaldsskólarnir og Háskólinn á Akureyri gegna veigamiklu hlutverki í sveitarfélaginu sem og í landshlutanum. Skólarnir skipta miklu máli fyrir menntun í heimabyggð, atvinnutækifæri, byggðaþróun og almenn lífsgæði. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar skorar á ríkisstjórnina að standa ekki aðeins vörð skólana, heldur skapa þeim svigrúm til þess að sækja fram. Þá hefur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Það er gaman að fylgjast með svona heimilislífinu leið og fólk er að tala. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið, en ég held að sé bara afar mikilvægt að við orðum akkurat þessar áhyggjur okkar og styðjum skólameistara, framhaldsskólana og rektor háskólans við það að afla þess fjár sem þarf til að standa vel á skólastarfi hérna á svæðinu. Þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir þetta svæði, ekki síst í ljósi þess að við þurfum að hækka menntunarstig út á landsbyggðinni bara til að mæta þeim breytingu sem við erum að sjá í 4. iðnbyltingunni. Og það bara eitt út af fyrir sig er bara stórt mál. Og nú hefur verið lögð áhersla á það af hálfu ríkisstjórnar að styðja við menntun og ég lít þannig á að það þurfi að gera betur til að styðja við menntun heldur en þarna kemur fram. Þannig að ég
styð þessa bókun að sjálfsögðu enda löngu búin að samþykkja það. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað því ljós, það ætlum bara að bera upp bókunina, þeir sem geta samþykkt bókunina að gefa merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að síðasta lið á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, til hamingju með fullveldisdaginn. Það þarf ekki að orðlengja það að vikurnar sem nú líða einkennast af varnarviðbrögðum og viðspyrnu í miðjum heimsfaraldri. Ég held að það sé hægt að segja að bæði starfsfólk og bæjarfulltrúar sem og allir íbúar séu orðnir töluvert þreyttir á þessum veirufjanda sem virðist ekki ætla að sleppa klónum af okkur strax. Vinnufundir vegna fjárhagsáætlunar hafa sem gefur að skilja tekið töluvert pláss síðustu vikur og mánuði en nú sést loks fyrir endan á þeirri vinnu og vil ég óska okkur öllum til hamingju með það að vera búin að afgreiða áætlunina í fyrstu umræðu. Eins eru fundir vegna COVID-19 áberandi í minni dagskrá, bæði með aðgerðastjórn almannavarna og yfirstjórn bæjarins. Þeim fundum hefur nú verið fækkað en nýjar tölur smit í landinu eru sannast sagna nokkuð. Vonandi tekst þó að halda þessu í skefjum og nýjustu tölur hér á Norðurlandi eystra sýna að svo er. En það er betra að fagna síðar en ekki á snemma. Eins og komið hefur fram á þessum bæjarstjórnarfundi þá er vinnu við sameiningu fjölskyldusviðs og búsetusviðs það bil að ljúka en eins og hefur komið fram þá er markmiðið að gera þjónustuna skilvirkari og notendavænni. Ég er sannfærð að þetta verður til heilla og ég er ánægð með vinnuna sem farið hefur fram og ég vil nota tækifærið og óska starfsfólki og stjórnendum innilega til hamingju með sameininguna og þakka þeim fyrir frábært starf og ég er sannfærð að þessi sameining verður okkur öllum til heilla. Fimmtudaginn 19. nóvember þá áttum við fund með Sjúkratryggingum Íslands rekstur öldrunarheimila og skil á þeim og nú ríður á að hnýta alla lausa enda og klára málið hratt og örugglega en við höfum verið í stöðugu sambandi við sjúkratryggingar og ég vonast nú til að það fari að koma einhver endahnútur á þetta mál. Þá er unnið við að gera nýjan menningarsamning við mennta- og menningarmálaráðuneytið en markmiðið var að ljúka þeim samningum fyrir daginn í dag en vegna COVID hefur öll sú vinna tafist og það sama má segja samningana við Sjúkratryggingar Íslands. Haldnir hafa verið fundir með okkar fólki og aðilum frá menntamálaráðuneytinu og var síðasti fundur á dagskrá fimmtudaginn 27. nóvember þar sem var farið yfir samningsatriði. En það er allavega, hann er að líta dagsins ljós, við getum allavega sagt það. Í síðustu viku þá átti ég athyglisverðan fund með starfsfólki Eins sjálfbærni á Akureyri og loks vil ég geta þess að ljósin á jólatrénu frá Randers, vinabæ okkar í Danmörku, voru tendruð í beinni útsendingu á RÚV síðasta föstudagskvöld. Ekki þótti ábyrgt að stefna fólki saman til hátíðahalda á Ráðhústorgi eins og gert hefur verið síðustu árin, en þetta tókst vel og nú er bærinn óðum að klæðast í allan sinn lítrika jólaskrúða. Takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 19. og 27. nóvember, bæjarráð 19. og 27. nóvember, frístundaráð 18. nóvember, fræðsluráð 16. nóvember, skipulagsráð 25. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 19. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 13. nóvember, velferðarráð 18. nóvember og allar þessar fundargerðir má finna á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 18:02 og takk fyrir góðan fund.